Þannig að við þökkum Drottni og opnum Biblíuna hér í Sálmi 123 sem segir að við eigum að lesa með hjartanu, bræður, með öllum skilningavitunum, hvert orð. Þegar það segir, til þín hef ég augu mín, til hvers? Til Guðs okkar. Til þín hef ég augu mín, þú sem situr á himnum, eins og augu þjónana mæna á hönd húsbónda síns, eins og augu ambáttarinnar mæna á hönd húsmóður sinnar, svo mæna augu voru á Drottin, Guð vorn, uns hann líknar oss. Hversu lengi? Það segir, þar til hann sýnir okkur miskunn, hlustar á okkur, heyrir okkur og birtist með því að uppfylla beiðnir okkar, uppfylla óskir okkar, hlusta á kvein okkar og andvörp. Þannig bíðum við eftir Drottni, bíðum í hvert sinn sem við biðjum til hans. Og efast ekki, þegar þú ert að biðja Guð, biðja eitthvað eða segja honum frá sorgum þínum eða gleði, segja Drottni frá lífi þínu. Efast ekki að Guð hlustar á þig. Guð þar og hlustar á bæn þína og hann ákveður tíman þegar hann mun birtast í lífi þínu. Og hann mun segja, þennan mun ég heyra eftir nokkra mánuði varðandi það sem hann biður þessum mun ég gefa á morgun, þennan mun ég þegar blessa, það vilji Drottins. En við megum aldrei þreytast á að ákalla Drottin og treysta því að Guð sé þar og hlusti á okkur. Það segir, þar til hann sýnir okkur miskunn, en þegar hann svarar einni bæn, þá höfum við aðra bæn, aðra þörf eða aðra ósk, og við verðum að halda áfram að biðja, halda áfram að treysta og halda áfram að bíða eftir honum. Við skulum öll lesa vers 3 og 4. Það segir, líkna oss, Drottin, líkna oss, því að við höfum fengið meira en nóg af spotti, sál vor hefur fengið meira en nóg af háði hrókafullra, af spotti dramblátra. En það segir að sál okkar sé orðin södd af fyrirlitningu. Hver það sem fyrirlítur okkur? Það óvinur okkar sem reynir að komast inn í líf, hjarta og hugsanir manns, í kringumstæður lífsins, í fólk sem óttast ekki Guð og elskar ekki Guð. Þannig fer óvinur okkar og hvetur þessa einstaklinga til að koma gegn okkur og gera okkur mein á einn eða annan hátt, með því að nota nágranna, nota fjölskylduna sjálfa, nota ættingja, nota samnemendur eða vinnufélaga, þá sem vinna í litlum fyrirtækjum, á veitingastöðum, hvar sem Við erum umkringt fólki og mörgum aðstæðum og óvinur okkar nota þetta fólk til að koma gegn okkur, til að gera okkur mein. Til dæmis, þegar einhver lendir í umferðarslýsi, var óvinurinn þar að eggja fólk til mistaka og þá var slysið. Þannig eigum við óvin sem að elta okkur og reyna að gera okkur mein. Þegar einhver veikist það hið sama, óvinurinn þar og vill að við veikjumst, að við lifum í sorg og þjáningu og kveljumst vegna ástandsins. Á einn eða annan hátt eftir þessi óvinur okkur. Þess vegna segir kirkja Drottins hér, miskunna þú oss, við erum trúaðir á Drottin og biðjum, Drottin, miskunna þú oss, því við erum orðin þreytt á þessari fyrirlitningu, þessum erfiðu aðstæðum sem við mætum í daglegu lífi. Kannski sál okkar orðin þreytt af svo mörgum vandamálum, þjáningum og fyrirlitningu, af öllu því sem óvinurinn kemur með gegn okkur á mismunandi hátt og við mismunandi aðstæður. Fyrir allt þetta eigum við að gera eitt, treysta á Guð okkar, og eins og segir í versi 1. Til þín hef ég augu mín, til þín hef ég lyft þeim. En þegar við lyftum augum okkar til Drottins, þá það með bæn okkar, í ákalli okkar, þegar við biðjum Guð. En við segjum líka við Drottin, eins og aðrir hafa sagt, Drottin, hjálpaðu mér, því ég vil ganga á vegi réttlætisins, ganga á vegi fullkomleikans, svo að þegar ég lyfti augum mínum til þín, þá hlustir þú á mig og blessir mig. Svo að þegar ég bið, þá sért þú gaumgjafur gagnvart bæn minni. Til þess að enginn ykkar segi, ég hef beðið og beðið og beðið Guð, og hann heyrir mig aldrei. Guð svarar mér ekki, Guð hlustar ekki á mig, þú mátt aldrei segja það, því hjarta þitt þarf að vera vakandi, snúið til Drottins, frá að þóknast Drottni í öllu, svo að hjarta Drottins snertist og hann hlusti á þig. Og bænir þína nái til nærveru Drottins. Við ætlum ekki að gefast upp eða þreytast, heldur halda áfram sterk og hugrökk. Við verðum að vera mjög hugrökk alla daga lífs okkar og á erfiðu augnablikinu, hugrökki að lyfta augum til Drottins og biðja Guð, biðja til hans og hann verður þar, tilbúinn, gaumgjafur að hlusta á okkur. Elskum Guð okkar. Við skulum biðja og þakka Drottni. Heilagi Faðir, himneski Faðir, þakka þér, Drottin. Því miklar blessanir, margir sigrar, mikill sigur, mikil velgengni og andlega framfarir mun ég veita. Ég mun gefa öllum þeim sem leggja sig fram,
öllum þeim sem endurnýja sig í andlegu lífi sínu, sem breyta hugsunum sínum til hins góða, sem leggja sig fram að skilja og greina þessa vegi, sem leitast og kappkosta að leita andlegra gjafa. Sem leggja sig fram við að starfa í verkinu, í vingarðinum, í söfnuðinum og vilja breytingar og vilja sigra. Og ég mun blessa alla þessa sem leggja sig fram, alla sem eru að berjast, sem vilja breytast og ég mun hjálpa þeim að breytast. Þeir vilja leiðrétta andlegt líf sitt og ég mun hjálpa þeim. Ég mun fjarlægja þjáningar, sorgir, ég mun fjarlægja beiskju, ég mun taka burt hinn illa dag, ég mun taka burt efnislega og andlega fátækt hjá sumum og ég mun gefa margar breytingar og marga sigra. Blessanirnar eru til staðar, þær eru yfir hverjum og einum. Yfir höfðum ykkar er rigning blessana fyrir hvern og einn. Ég mun fjarlægja beiskju, sorg, ég mun taka burt marga sjúkdóma. Ég mun gefa mörgum kraft frá hæðum, ég mun veita andlegar gjafir í fullkomun, ég mun einnig fjarlægja leti hjá sumum. Og ég mun gefa gleði, fögnuð, sigur og sigursæld mörgum. Blessanir eru fyrir alla og allir munu taka á móti sigri sínum, blessun sinni og velgengni. En leggið ykkur fram, þið verðið að leggja ykkur fram til að halda áfram. Þið verðið að trúa, þið verðið að biðja, ákalla og trúa að ég sé að hlusta á bænirnar. Ég mun taka burt sorg sumra, reiði sumra mun ég einnig fjarlægja, því hún er steinn á vegi andlegs þroska. Ég mun einnig gefa sumum fé, ég mun blessa þá efnislega. Breytingar eru að koma og mikil framþróun, mikill sigur. Ég mun taka burt alla beiskju, ég mun fjarlægja beiskju og sorg og tár hjá sumum. Ég mun fjarlægja þunglindi, galdra, ég er að fjarlægja galdra, ég er að frelsa marga sem hafa verið truflaðir af óhreinum öndum. Þeir eru einnig að verða hreinsaðir. Mikil blessun er fyrir alla, ég mun gefa margar breytingar. Þakka þér, Faðir, þakka þér, Drottinn. Þakka þér, himneski Faðir, þakka þér, Drottinn. Þakka þér, heilagi Faðir. Í nafni sonar þíns, Jesú Krists, gef ég þér heiðurinn, Drottinn. Ég gef þér dýrðina og lofgjörðina. Þakka þér fyrir kærleika þinn, þakka þér fyrir blessanir þínar, þakka þér, Drottinn, fyrir fyrirheit þín. Mikið fyrirheit, dýrleg fyrirheit sem þú gefur, Drottinn minn. Miskunn þín, kærleiku þinn, þolinmæði þín, fyrirgefning þín. Þakka þér, Drottinn. Við eigum það ekki skilið að fá fyrirgefningu þína, við eigum ekki skilið miskunn þína né kærleika þinn. En þú ert kærleikur, þú ert miskunn, þú ert fyrirgefning. Þakka þér, Drottinn, því miskunn þín varir að eilífu, kærleikur þinn er eilífur, fyrirheit þín trú og sönn. Þakka þér, himneski Faðir, í hinu dýrlega nafni Jesú Krists, elskaða sonar þíns. Þakka þér fyrir sigrana og sigurvinningana sem þú munt gefa öllum bræðrum og systrum. Þakka þér fyrir að taka burt sorg og beiskju. Þakka þér, Drottinn, fyrir að blessa þau andlega og efnislega. Þakka þér, Drottinn minn, þú ert Guð okkar, þú ert Guð okkar. Lofa sé nafn þitt, dýrða sé nafn þitt að eilífu. Lofgjörðin er þér. Þakka þér, Drottinn. Þakka þér, máttu í Guð, við gefum þér lofgjörð í hinu dýrlega nafni Krists Jesú. Dýrlegur konungur. Máttugur Drottinn. Lofa sé nafn þitt, Drottinn. Dýrð sé Drottni. Þakkir til Guðs okkar. Þakkir til konungsins. Þakkir til hins almáttuga. Lofaðu sé Drottinn. Þakka ykkur, bræður. Drottinn blessi ykkur. Og systur, Drottinn blessi ykkur. Stundum, þegar þið syngið, væri gott að klappa ekki alltaf svo mikið, heldur frekar lyfta höndunum svona og lofa Drottinn í söngnum, því hann hefur einnig velþóknun á því að við syngjum til hans með útréttum höndum. Það mun einnig hjálpa okkur að taka á móti andlegum blessunum. Drottinn blessi ykkur. Mjög glöð yfir heimsókn Drottins heilags anda í dag. Kærar þakkir. Guð blessi ykkur. Guð bless.